Góða kvöldið, kæru vinir, velkomin að fræðslukvöld Smárakirkju. Þeir sem hafa verið að fylgjast með undanfarin 2 fræðslukvöld vitið að við erum að fara í Galatabréfið, skoða þetta mikilvæga bréf sem að Páll postuli skrifaði og er eiginlega málsvörn fyrir fagnaðarendi náðarinnar. Skrifa þetta til safnaðinni Galatíu sem að í dag er Tyrklands, svæðið á Tyrklandi og það er mjög líklegt að þetta bréf hafi gengið til allra safnaðana og hann er með svona heldur upp í vörn í fyrstu 2 köflunum fyrir fagnaðarendi náðarinnar sem á Guð treyst honum fyrir. Og síðan fer hann yfir það hvernig fagnaðarendi út á hvað það gengur, hann útskýrir fagnaðarendið og svo í lokin þá fer hann yfir það hvernig við lifum, hvernig lífið í þessari nýju trú samkvæmt fagnaðarendi náðarinnar í Kristi Jesú virkar, hvernig hlutirnir ganga fyrir sig. Nú, hvet ykkur að þið getið að ná í Biblíunni ykkar í Nýja testamenti. Það er gott að geta fylgst með bara þegar við lesum versin, svo stoppum og fjöllum þau og athugum hvað er verið að segja. Við erum búin með fyrsta kaflann, við erum byrjuð á öðrum kaflanum og við ætlum að grípa niður í, ef mann rétt niður í einhverju 5. eða 7. versi þar og lesum og síðan skoðum við út á hvað þetta gengur, hvað er Páll að segja. Það sem við erum búin að heyra er að hann lýsir því hvernig fagnaðarerindið sem hann flutti kirkjunum í Galatíu er hið sanna fagnaðarerindi sem Kristur hefur kennt honum og opinberað fyrir honum og það var engin maður sagðan sem kendi mér það, ég lærði það frá Guði föðurnum í gegnum Jesú Krist og síðan fer hann yfir það að það sé ekki þetta breyta þessu, þetta er sanna fagnaðarerindi. Jafnvel þó að hann fara að predika eitthvað annað, þó að englar fara að koma og predika eitthvað annað, að þá eru þeir bölvaðir, sagðan, ég er bölvaður, ég er rangur ef ég ger það. Það er bara eitt fagnaðarerindi og það er það sem ég kendi þér í byrjun. Og það er fagnaðarerindið sem hann er að verja í þessum köflum í Galatabréfinu. Það sem gerist er hins vegar að það koma aðilar frá Jerúsalem, frá Ísrael, frá Jerúsalem aðalega kristnir gyðingar. Og þeir eru með ákveðin boðskap. Við mögum ekki gleyma því að hópurinn sem tók trú í gegnum boðum Páls og hans samferðamanna í Galatíu og annars staðar fyrir utan Ísrael, þeir voru heiðingjar. Það er að segja að þeir voru ekki fólk sem átti hlutdeild í sáttmála Guðs við Ísraelsmenn. Þeir tilheyrðu ekki lögmáli Guðs eins og Ísraelsmenn gerðu, gyðingarnir. Þeir voru kallaðir heiðinkristnir og áttu sem sagt ekkert samfélag, enga samleið, voru ekki umskornir, tilheyrðu ekki sáttmálanum öllu því sem Guð hafi gefið gyðingunum og við lesum í Gamla testamentinu. Svo að það voru gyðingkristnir, það er að segja gyðingar sem tekið höfðu trú á Krist og síðan heiðinkristnir fyrir utan bara Ísrael sem að tóku trú á Krist. Gyðingkristnir menn hópur gyðingkristnir manna kom til Galatíu, heimsótti heiðinkristnir söfnuðina og fór að boða þeim og segja þeim að það dygði ekki bara að trú á Jesú Krist. Það er þeir líka að fylgja lögmálinu sem Guð hafi gefið Hebreum eða gyðingum. Og Páll var ósáttur við þetta. Páll sagði nei, það þarf ekki að gera það. Og það er það sem hann er að útskýra núna og það er það sem hann er að halda upp vörn fyrir og við erum að grípa niður í það sem hann er að lýsa því þegar hann kemur til Jerúsalem, hittir hluta af apostolunum og er að útskýra fyrir þeim hvernig Guð er að nota hann út í heiminum í kring og hvaða fagnaðarerindi hann boðar og viðbrögðin og hvernig Guð sendi vinnur og starfar. Og það er það sem við grípum niður í og hann er að segja, hann er að halda upp vörn fyrir fagnaðarerindi og segja það þarf ekki að blanda neinu af lögmálinu þar inn í. Jæja, grípum niður í. Skulum bara grípa niður í síðasta versi sem við lásum síðan, sem er 4. versið í öðrum kafla.
Það vildu aðeins falsbræður illu heilli höfðu verið hleypt inn og laumast höfðu inn til að njósna frels okkar sem við höfðum í Kristi Jesú. Þeir vildu hneppa okkur í þrældóm. Þarna er hann að vísa til þess, það komu menn og þeir vildu hneppa okkur aftur í þrældóm sem var undir lögmáli, þar að segja. Undan þeim, 5. vers, létum við ekki eitt andartak, sagði, við gáfum ekkert eftir. Við héldum fram fagnaðarerindinu, við héldum fram fagnaðarendi náðarinnar, við létum ekki beygja okkur undir það að fara að fylgja lögmálinu. Við létum ekki undan þeim eitt andartak til þess að þið, Galatíumenn, gætu haft fagnaðarerindið óbrenglað. Og þeir sem í áliti voru lögðu ekkert frekara fyrir mig. Hvað þeir einu sinni voru skipti með engu, Guð fer ekki mangar en álit. Hérna er hann að meina, það skiptir ekki máli postularnir. Pétur, Jakob, Jóhannes, það skiptir ekki máli hvað þeir eru fyrir mönnunum. Fyrir Guði eru allir menn jafnir. Og þessir postular, Jesú Krist í Jerúsalem, þeir lögðu engar aðrar kvaðir á mig. Þeir eru búin að hlusta á mig, segja hvað ég var búin að segja frá fagnaðarerindunum sem ég boða og þeir samþykktu það og þeir lögðu engar aðrar kvaðir á mig. Þvert á móti sáu þeir að mér var trúað fyrir fagnaðarerindinu til óumskorinna manna, til heiðingjana, sem utan í Ísrael. Mér var trúað fyrir fagnaðarerindinu þar, eins og Pétri var trúað fyrir fagnaðarerindinu til umskorinna manna eða til gyðingana. Þarna er hann að segja, Pétur hafði það hlutverk að taka fagnaðarerindum Jesú Krist til gyðingana sem voru undir lögmálinu. Ég hef það hlutverk á köllum frá Guði að fara út fyrir Ísrael, út fyrir þá sem eru innan lögmálsins og boða þeim. Og þeir sættust á það að ég þyrfti ekki að bæta neinu við, ég þyrfti ekki að bæta lögmálinu við. Okay, þetta er góða frétt fyrir Pál. Hann leggur fagnaðarerindi fyrir postulana sem voru undan honum og þeir samþykkja og segja nei, þetta dugar, þetta er kraftur Guðs að vinna og þetta er kraftur Guðs að starfa. Því að sá sem hefur elt Pétur til postuladóms, þetta er vers 8, meðal hinna umskornu, hefur einnig elt mig til postuladóms meðal hinna óumskornu. Þannig er bara að leggja áherslu á það, ég hef þessa köllun út fyrir Ísrael. Og þegar Jakob, Kefas sem er Pétur og Jóhannes sem álitnir voru máttarstólparnir, það voru svona þessi 3 máttarstólpar í kristinni kirkju á þessum tíma, þegar þeir höfðu komast að raunum hvílík náð mér var veitt, þá réttu þeir mér og Barnabasi sem var með honum hönd sína til samkomulags. Þeir tókust í hendur. Pétur segir, þetta er gott, þetta dugar, þetta er frá Guði komið. Og svo segir hann, við skildum fara til hinnar óumskornu en þeir til hinnar umskornu. Það var eitt, það var til skilið að við skildum minnast hinnar fátæku og einmitt þetta hefur líka kappkostað að gera. Með öðrum orðum, það fagnaðarerindi sem Pál postuli boðaði. Þannig að bara rifju upp fyrir Galatamönnum hvernig þetta gekk fyrir sig, að hann fór upp og kynnti fyrir þeim það sem hann var búin að boða þeim. Það eina sem þau sögðu að þeir ættu að hafa í huga fyrir utan þetta fagnaðarerindi sem hann boðaði var að hugsa hinna fátæku. Ekkert úr lögmálinu, ekkert hvernig þú áttir að lifa eða starfa sjálfur, annar bara hugsa það sem voru minnumáttar og minna mega sín í samfélaginu og hugsa þá og minnast þeirra. Og það hef ég kappkostað að gera, segir hann. Þannig að nú er hann búin að segja Galatamönnum það, ég spurði, það var ekkert sem vantaði upp á þetta fagnaðarerindi, ekki neitt, ekkert úr lögmálinu. Og nú er hann búin að færa rökin fyrir því að það sem er að gerast núna, þegar aðrir menn er að koma og byrja að boða þessum sömu kristnumönnum að þeir þurfi að fylgja lögmálunum líka. Kristur dugar ekki til, þú verður að fylgja lögmálunum. Þá er þarna að segja nei, það er ekki rétt. Pétur, Jakob, Jóhannes,
allir búin að samþykkja, taka í höndina mér og Barnabas og segja ekkert í viðbútt nema bara að hugsa minna fátæku. Og nú byrja ballið, því að nú hefst frásaga Páls af því þegar Pétur, eða Kefas eins og hann kallaði, Pétur þýðir klettur og Kefas þýðir klettur, nú hefst frásagan af því þegar hann, Pétur, kemur til Antíókíu, sem var borg utan Ísraels, borg í Sýrlandi, ströndina aðeins fyrir norðan Ísrael, stór borg, öflug borg, og þar var kristinn söfnuður og kristinn kirkja, og þar dvaldi Páll tímunum saman, þaðan var hann sendur út til að boða og svo framvegis, og Antíókía, þar var það fyrsta sinn, þar í þeim stað voru fylgjendur Krists, fyrsta sinn kallaði kristnir. Þeir voru kallaði ýmsum nöfnum á vegurinn og henni trúuðu, samfélag trúara, en þarna fengu þeir svona þetta orð að vera kristnir að þeir fylgdu kristni, kannski bara rökrétt. Jæja, ef að heyra hvað Páll segir núna. Þegar, þetta er vers 11, þegar Pétur eða Kefas kom til Antíókíu, þá andmælti í honum upp í opið geðið, því hann var sannur að sök. Þetta sjáum við strax, sko Páll er ekkert að fela neitt, hann er ekkert að skafa það, hann er ekkert að fegra neitt, þannig að bara mér og Pétur, okkur lenti saman. Ég þurfti að áminna Pétur. Ég þurfti að skamma Pétur. Ég þurfti að setja ofan í við hann. Ég er ekkert viss um Páll að þótti eitthvað einstaklega skemmtilegt, en hann gerði það. Og af hverju? Þegar Pétur kom til Antíókíu, þá andmælti ég honum, því að áður en menn nokkurir komu frá Jakobi, áður en þessi sömu aðilar komu frá Jerúsalem sem voru að boða lögmálið með Kristi, áður en þeir komu sjáum þetta fyrir okkur. Pétur er kominn til Antíókíu frá Jerúsalem, hann er þar með hennum kristnu sem að þar heiðin kristnu, og þeir voru ekki að fylgja lögmáli hebreða eða gyðinga, þeir voru að fá hreinsun, líf og fylgja lögmáli Krists sem var að elska Guð, elska náungan. Og Pétur nýtur þess að vera með, því að hvað? Áður en hinn hópurinn kom, þessir sem að voru að boða lögmáli með, þá hafði Pétur, segir hann, setið að borði með heiðingjónum, en hinir komu, þeir komu, þá dróa sig í hlé, tók sig út úr af ótta við þá sem héldu fram umskurninni. Með öðrum orðum, Páll skynjaði mannhræðslu hjá Pétri. Ert ekki glaður að jafnvel postulinn Pétur, hann var búinn að sýna mannhræðslu áður muniði þegar hann sveik Jesú, hann var hræddur. Hann fekk fyrirgefningu frá Kristi þar. Guð reist hann við til þjónustu. Þarna enn aftur sýnir hann mannhræðslu. Þetta hefur verið greinilega verið eitthvað veikleiki hjá Pétri innum honum. Hann var ekki svona konfrontationamaður, hann hafði ekki mjög gaman af svoleiðis átökum og hann var hræddur. Hann vildi ekki lenda í gininu á þessum mönnum sem voru að koma. Þegar hann var búinn að sitja og borða, þeir voru búin að njóta þess að vera saman allir þessi kristnu sem að komu utan gyðingdómsins, og Pétur naut þess. Þegar hinir bankadyrnar frá Jerúsalem, þá dregur hann sig í hlé, fer frá borðinu af ótta við þessa menn sem héldu fram umskurninni. Hvað var það aftur munið þið? Halda fram umskurninni. Umskurninni var tákn sáttmálans og þeirra sem beygðu sig og lifðu undir lögmáli Guðs. Þannig að umskurnin þýddi saman sem þú ert undir lögmálinu, þú ert undir gamla sáttmála Guðs við mennina. Hinir, svo heldur hann áfram, vers 13, hinir gyðingarnir, þá eru fleiri gyðingar sem sagt þarna, ekki bara Pétur, því að Antíókía var líka fullt af gyðingu sem bjó bara þar og eflaust þeir eru líka tekið trú einhverjir. Hinir gyðingarnir tóku einnig að hræsna með honum,
svo að jafnvel Barnabas, vinur Páls, samferðamaður og hann var á teiminu hans, boðunarteiminu hans, lét dragast með af hræsni þeirra. Sjáu hvernig Páll er ekki þess að hann kallar þetta bara hræsni. Þetta eru bara hræsnarar. Af hverju segir hann það? Í Póstulasögunni, mér minnir þessi kapla 10 og 11, þar greinir frá því að Pétur fékk opinberun frá Guði. Guð gaf honum sýn. Og niðurstaðan var svo, hann ætti ekki að lýsa eitthvað óhreint sem að Guð hefur lýst hreint. Pétur vissi betur og Pétur var líka búinn að taka í höndin á Páli upp í Jerúsalem og samþykja. Nei, þú þarft ekki að bæta neinu við, engu lögmálum, bara minnast þína fátæku. En þarna leiðu þessi menn koma, þá óttaðist hann, dró sér hlé og hræsnaði. Þóttist ekkert vera að borða með hinum sem að væru heiðin kristnir, ekki undir lögmáli og hlýddi ekki lögmáli Guðs. Páll lét hann heyra það. Við verðum ekki, það nú svolítið hressilegt að lesa svona í Biblíunni. Það kom ekki til af góðu, en þetta var nauðsynlegt því Páll var að leiðrétta. Og Páll þarna að segja Galatamönnum, heyrðu, þetta það sem gerðist. Ég þarf að segja ykkur þetta, ég þarf að segja ykkur söguna, ég þarf að leiðrétta þetta, því það er bara eitt fagnaðar erindi fyrir alla menn. Bara eitt. Og það það sem ég er búinn að boða það. Vers 14. Þegar ég sá að þeir gengu ekki beint eftir sannleika fagnaðarerindisins, þar sé Pétur og gyðingarnir sem voru með honum og jafnvel Barnabas, þeir gengu ekki beint eftir sannleika fagnaðarerindisins, þá sagði ég við Kefas, við Pétur, í allra áheyrn. Hann tók hann ekki afsíðis, honum fannst hann þurfa að leiðrétta þarna, að það sáu þetta allir, það skynjuðu þetta allir, það vissi allir, það var eitthvað annað í gangi, hann var nýbúinn að vera að borða með þeim dagana undan, allt í einu hættan, þá kom hópur manna. Svo hann þurfti að leiðrétta. Og hann segir, úr því að þú, Pétur, sem er gyðingur, lifir að heiðingja siðum, en ekki gyðinga, þar að segja, undanfarna daga ert þú búin að vera hjá okkur og þú ert búin að vera að hegða þér nákvæmlega eins og við allir hinir hérna fyrir utan sem er ekki gyðingar. Ef að þú hefur lifað svoleiðis, hvernig getur þú þá verið að neyða þá sem ekki eru gyðingar til að lifa eins og gyðingar? Ert þú svo eini sem að máttur okkur á milli, en þú ert þvinga hina til þess að lifa eins og gyðingar? Svo segir hann, við erum fæddir gyðingar, ekki heiðnir syndarar að uppruna. Og þetta er svolítið mikilvægt. Þarna er hann að vísa til þess að, ef við skulum klára það til þess að fá samhengið, svo hann er að halda ræðu, við erum fæddir gyðingar, ekki heiðnir syndarar að uppruna, en við vitum að maðurinn réttlætist ekki af lögmálsverkum heldur fyrir trú á Jesú Krist. Og við tókum trú á Krist Jesú til þess að við réttlætumst af trú á Krist en ekki af lögmálsverkum. Með öðrum orðum, munurinn á gyðingdómnum og kristindómnum, á lögmálinu og náðarverki Krists í fagnaðarerindinu er sá að gyðingarnir réttlætust, trúðu því að með því að halda lögmálið og lifa réttlátlega, að þá fengjum við réttlæti fram fyrir Guðu og eilíft líf og fengjum við að vera í samfélaginu með hann. Í Kristi er Páll að segja, hefur það ekkert með lögmálsverkinu að gera. Það er bara ein leið, það er að koma til hans, játa syndir sínar og viðurkenna ég geti þetta ekki og fá fyrirgefningu og hans réttlæti í okkur. Og þetta er munurinn og þú blandar því ekki saman. Það er sem Páll er alltaf að vera ekki áherslu, þú blandar ekki þessu tvennu saman, því það er ekki hægt. Þetta er algjörlega sikkur sáttmálinn, þetta er algjörlega ætlaði sikkurinn tilkvæmning, og hann eftir að útskýra það í Galatabréfinu miklu betur eftir að koma þangað. Þetta er algjörlega aðskildi hlutir. Gamall sáttmáli með lögmáli, nýr sáttmáli með náð. Bara eitt boðorð muniði að elska. Og hvað?
þetta áfram í versi 16, enda réttlætist engin lifandi maður af lögmálsmerkum, ekki einu sinni gyðingarnir. Engin maður réttlætist af lögmálsverkum. Lögmálið er nefnilega tiftari, hann eftir útsýrað fyrir okkur síðar. Lögmálið er mjög harður húsbóndi. Lögmálið krefst þess að þú haldir það allt saman. Það segir að ef þú gerist brotlegu við einn bókstaf í því, einn staf, þá ertu brotlegu við allt lögmálið. Það er ekkert svona, ég er bara 5% sekur. Nei, þú ert 100% sekur. Já, en ég braut bara 1% af því. Það breytir engu. Lögmálið segir, þú er sekur. 100%. Þú er brugðist. Mjög harður húsbóndi. Og í lok þessa kafla sjáum við fegurinn í hvað Kristur hefur gert til að losa okkur undan nákvæmlega þessu. Það réttlætist engin maður. Í þessum þess að stendur réttlætist við Krist af trú á Krist, í upprunalega textanum er raunverulega talað, það má líka lesa þannig að trú Jesú Krist, vegna hans trúfesti fáum við réttlæti. Ekki bara vegna þess að við erum svo klár og við erum svo góð, það er það sem lögmálið kennir okkur. Við verum að standa okkur, þá fáum við. Í Krist er það að hann er svo góður, hann er svo fullkominn, hann vinnur verk sitt svo vel, hann kláraði verkið svo vel á jörðinni, á krossinum, í dauðanum og í upprisinu. Það er svo flott hjá honum að það var fullkomið verk til að leysa þig og mig. Hitt, og þess vegna þarf ekki að blanda hvað sem er. En þessi gyðingar, þessi menn voru ekki búin að sjá það. Þeir lifðu ennþá í þessu gamla og blönduðu saman gamla og nýja. Þessi blanda er banvæn. Ég segi það fyrir trúarlífið. Hún banvar fyrir trúarlífið. Trúarlífið verður blanda af gömlum hlutum, það hvernig Guð vann með ákveðin hópa fólki, Hebreerna, og hann svo sannarlega gerði það. Og yfir í það hvernig hann er að vinna í dag með jörðina, með fólki á jörðinni í gegnum Krist. Já, ég var að halda áfram. Þetta er mjög spennandi. Svo segir hann, 17. vers. En ef við nú sjálfir reynum syndarar þegar við leitum, þannig kemur eitt af þessum setningu sem er svona erfitt kannski að skilja, ég reyna að útskýra hana. Ef við nú sjálfir reynum syndarar þegar við leitumst við að réttlætast í Kristi, er þá Kristur farin að þjóna syndinni? Fjarri fyrir því. Fari ég að byggja aftur það sem ég braut niður, þá geri ég sjálfa mig beran að afbroti. Þessi orð þýða einfaldlega þetta. Ef að ég sem syndari er að reyna að fá réttlætingu mína fyrir Krist og trú á hann, ekki fyrir lögmálið, er þá Kristur honum þjónn syndarinnar? Nei, langt í frá, segir hann, alls ekki. Kristur kemur og losar þig undan syndinni. Og þarna er svolítið, þetta er mikilvægur punktur, því að enn í dag hef ég heyrt og heyri af áhyggjum fólks sem er með þetta mixolt og trúir því og finnst lögmálið þurfa að vera. Það er enn í dag til fólk sem heldur að ef að þú pakka lögmálinu svona, pakka því, setur það til hliðar á þennan háttinn og bara ætlar að fá allt frá Kristi og hans náð, bara náð, þá sé bara í lagi að syndga og þú bara syndgar eins og ég veit ekki hvað og Kristur þar með honum þjónn syndarinnar. Nei, segir Pál, það er langt í frá, það er af og frá. Þegar krafturinn til að losna við tök syndarinnar, og ég ætla að sýna ykkur alveg rosaleg vers úr Rómarbréfinu eftir sem að Páll vísar hérna til. Krafturinn í fagnaðarerindinu fyrir náðina er fullkominn. Hann er sá kraftur sem losar bönd og rætur
alls þess ranga í lífi mannsins ef við leyfum. Meðan lögmálið herðir tökin á syndinni í lífið þínu. Þetta getur ekki verið, þetta nefnilega nákvæmlega svoleiðis, vegna þess að þegar þú reynir að lifa eftir lögmálinu í eigin mætti og þú getur ekki, þá ertu dæmdur. Og þú finnur dóminn, þú finnur samviskubitið, þú finnur vonleysið, þú finnur fordæminguna, allt þetta kemur yfir og eyðileggur trúarlífið þitt. Krafturinn í Kristi leysir og nú erum við að fara að klára kaflann og leyfum Páli að tala til að útskýra þetta sem ég var að segja núna aðeins betur. Fari ég að byggja upp aftur það sem ég braut niður, það gerir ég sjálfa mig beran aðbrotið. Með öðrum orðum, fari ég nú aftur tilbaka að lifendu lögmálinu í stað þess að lifendu krafti Krists og náð hans. Þá er ég farin að brjóta niður það sem ég sjálfur, þá er ég farin að byggja aftur upp það sem ég sjálfur braut niður. Ég var sjálfur búin að aðskila lögmálið frá fagnaðarindinu. Og ég er ekki að fara tilbaka, því þá er ég orðinn brotlegur, segir hann. Þá er ég farin að gera rangt. Ég get ekki gert það, ég get ekki farið tilbaka, sagði hann. Þá er ég orðinn brotlegur. Og svo segir hann, því, þetta er í vers 19, hlustið vel á, því að lögmálið leiddi mig til dauða. Því að nú er ég ekki lengur undir valdi þess, heldur lifi í Guði. Ég er krossfestur með Kristi. Eigum að láta hann útskýra þetta aðeins betur í Rómverjabréfinu. Hlustið nú, 7. kafli. Þarna við höfum eftir að fara í Rómverjabréfið eitthvað tímann og þar fyrir enn dýpra. Rómverjabréfið er bara stórkostlegt bréf, jæja. Og hann segir, það er Páll sem talar. Hvað er þá meira að segja frá versi 7? Er lögmálið synd? Fjarri fyrir því. Lögmálið er ekki synd. Sannleikurinn er sá að án lögmálsins hefði ekki vitað hvað synd er. Ég hefði ekki vitað girndina, hefði lögmálið ekki sagt mér, þú skalt ekki girnast. Með öðrum orðum, lögmálið varpar ljósi á það sem er að, segir þér, þetta er rangt. Og þú finnur til sektarkenndar yfir því, vegna það er búið að segja þetta er rangt. En syndin, takt eftir, en syndin neytti færis með boðorðinu og vaktið með mér alls konar girnd. Án lögmálsins er syndin dauð. Með öðrum orðum, lögmálið viðheldur syndinni, meðvitundin syndina, samviskubitinu, fordæmingun, hún leysir ekki frá syndinni, lögmálið leysir ekki frá syndinni, hún heldur, Páll segir það, hlustiði, þetta er Páll sjálfur sem er að tala, þetta er ekki mín orð, hann segir, syndin notaði tækifærið með boðorðinu sem kom og hvað? Og vakti hjá mér girndina. Syndin nýtir sér þetta. Án lögmáls er syndin dauð. Með öðrum orðum, þegar þú ferð að lifa í Kristi án lögmáls, í krafti Krists, í krafti fagnaðarins, þá deyðir hann syndina. Þegar lögmálið fer, þá deyr syndin í lífið þínu. Það leysir þig. Það leysir þig ekki synd að rembast eins og rjúpa með stöðin að reyna að synda ekki, að gera ekki eitthvað rátt og vera alltaf að hugsa hvernig er réttlátur allan daginn. Það leysir þig ekki, þú ert í fjötrum. Það var það sem Páll var að segja, þeir vildu koma og fjötra okkur. Þeir vildu bara binda okkur aftur í þessa fjötra. En þegar kraftur Krists, fagnaðarindi náðarinnar, fagnaðarindi Krists kemur í hvað haldið hann hafi gert á krossin? Til hvers var hann að koma? Til þess að verðu allt yrði eins og við kæfum spæð til himnum? Nei, hann kom til að leysa þig. Hér á jörð. Ójú, hann gaf okkur farmiða til himins í eilíðinni.
að sjálfsögðu, en hann leysir þig hér og nú fyrir kraft, fyrir mátt fagnaðarerindisins. Og sjáu hvernig hann segir hérna áfram: ég lifði einu sinni án lögmáls. Páll að tala, einu sinni þá var ég án lögmáls. Þegar boðorðið kom, þegar lögmálið kom, þá lifnaði syndin í mér en ég dó. Ég veit ekki hversu margir sem að vilja endilega blanda þessu saman, lesa þessi vers. Af hverju viltu blanda þessu saman? Af hverju viltu halda syndinni lifandi í þér? Af hverju viltu ekki losna? Ég var einu sinni án lögmálsins. Svo kom það, syndin lifnaði í mér og ég dó. En þetta Páll, þetta það sem hann er að vísa til hérna. Hann segir í versi 19, lögmálið leiddi mig til dauða, svo nú er ég ekki lengur undir valdi þess heldur lifi ég Guði. Ég er krossfestur með Kristi og hér er lykillinn að leið Guðs til þess að deyða þessa hluti, syndina, í okkur, var að taka þig og mig og krossfest okkur með Kristi. Guð lítur svo á að þú og ég erum tekin á krossi með honum og naglar hans fóru líka í gegnum okkur og við deyjum. Því að með því að deyja, með því að Halldór og hans ego og hans svona maður sem að ætlar og getur og vill og er alltaf að brölta og rembast, með því að deyða hann, hvað gerist við það? Þá losnaði Halldór undan lögmálinu sem var tiftarinnas og var alltaf að pína hann og segja þú ert ekki Guði þóknarlegur, þetta gengur ekki upp, þú getur ekki lifa svona. Ytri helgun. Og ég fór á krossinn og ég dey. Og við það, hvað gerist þá þegar ég dey? Það er það sem við kallum endurfæðingu andans. Að Guð kemur með sitt eðli, endurfæðir anda mannsins, reisina við þínum innra manni og innri maðurinn minn er núna ný sköpun, segir Biblían. Gamli maðurinn Halldór sem að reiddi sig á það að lifa hreinu og góðu lífi með því að halda lögmálið, hann er dáinn. Og þess vegna segir Páll í Rómarbréfinu, álítið ykkur bræður dána. Þetta er ekki bara, við eigum alltaf að líta þannig á, heyrðu, ég er dáinn. Sjálfur lifi ég ekki framar og þannig eldar hann að kafla og við ætlum að gera það líka. Frá versi 20 Páll segir, ég er krossfestur með Kristi, sjálfur lifi ég ekki framar, heldur lifir Kristur í mér og lífinu sem ég lifi nú hér á jörð, lifi ég trúni á Guðs son sem elskaði mig og lagði sjálfa mig í sölurnar fyrir mig. Það er ekki lengur þú og ég sem lifum. Ef þú og ég erum að lifa, þá erum við enn að ströggla með lögmálið, enn að ströggla með rangindin í líf okkar. Álítu þig, segir Páll, dáinn. Sjálfur lifi ég ekkert framar. Það snýst ekkert um mig. Það snýst um þann anda sem Guð hefur gefið mér og það er hlutdeild í Krists anda innra með mér. Það er lífið sem flæðir fram. Og það líf sem ég lifi hér á jörðinni, það lifi ég einmitt í trúni á Guðs son sem gerði allt þetta. Hann kom sér kring, hann gerði þetta mögulegt. Svo segir hann, ég loka versunni í öðrum kafla, ég ónýti ekki náð Guðs. Og þetta er alvarlegt. Hver vill ónýta hann? Enginn kristni maður sem ég veit vill ónýta náð Guðs. Hvernig gerir það? Ef réttlæting fæst fyrir lögmál, þá hefur Kristur dáið til einskis. Ef þú þarft að lifa lögmálinu til að réttlætast, þá kom Kristur og dó til einskis fyrir þig. Ég hef enga trú á því að þú trúir því. Hann hafi dáið til einskis.
En við erum blinduð oft að þessari blöndu. Kristur segir, ég kem, mitt verk var fullkomnað og ég leysi allt það sem leysa þarf innan með þér. Ekki hafa áhyggjur af því hvort þú lifir réttlætlega, því þú ert ekki hvað sem er í þínu réttlæti, þú ert í mínu réttlæti. Ég er í þér og þú ert í mér. Það er samfélagið og ég lifi mínu lífi í gegnum þig, Halldór. Ég lifi lífi mínu í gegnum þig, Gunnar, Bjarni, Sigrún, Halldór, hvað sem þú heitir. Það er ég, segir Kristur, sem er í þér. Og þess vegna segir Páll, ég lifi ekki framar. Kristur lifir í mér. Og það er máttur fagnaðarins. Það er það sem brýtur hlekkina. Það er það sem brýtur syndahlekki, rangahlekki, volæðið, fordæminguna, skömmina, allt það sem að étur upp lífið. Hans kraftur í þér brýtur. Við skulum biðja. Byrjum á 3. kafla næst. Faðir minn, við þökkum fyrir það við megum lesa orðið, við megum stúdera orðið og sjá hvað þú er sem þú ert að kenna okkur í þessu Galatabréfi. Og Drottinn, þá jafnvel þú getum ekki kafað djúpt og endalaust ofan í hvert kafla eða hvert vers, að þá treysti ég því að þú heldur áfram fyrir andan þinn að kenna okkur, starfaðu og vinn þú verkið þitt í hjarta hvers þess sem er að hlusta. Kenndu, Drottinn minn, opinberaðu, lífgaðu okkur í þessum anda fagnaðarerindisins. Ég bið í Jesú nafni. Amen.